Góðan daginn, þetta Haukur á frumkvöðlar.is. Ég sitt hérna með Ragnari Freyr og ástæðan fyrir ég sitt með honum það að ég fór að spjalla við hennan daginn. Við erum hérna á gömlu skrifstofunni minni og ég kom í ljós að hann búinn að vera að vinna verkefni sem gengur út á svona crowdfunding, og þetta er eitt af fyrstu skiptunum sem ég heyri svona verkefni sem algjörlega unnið á Íslandi, ekki verið notast fyrir Kickstarter eða neitt annað slíkt, heldur bara algjörlega unnið frá grunni hérna. Og mér langar svona aðeins að forvitnast það. Ragnar, þú getur kannski sagt okkur aðeins frá út á hvað verkefni gekk? Já, sem sagt okkur hjá Breakbeat.is hefur langað að gefa út bók með veggspjöldunum okkar lengi. Ég hef sjálfur búinn að vera að hanna fyrir Breakbeat.is síðan 2003, þannig að það eru komin alveg þó nokkuð plaggött, og svo erum við líka með svona það sem kallast áskorunarverkefni, þar sem við fengum nokkra hönnuði til að skora á hvern annan að gera plaggött, og það er alveg komið eitthvað 60 hönnuðir núna. Það sem okkur langaði að gera sem sagt var að gefa út bók, og við áttum ekki alveg fjármagni fyrir hana, þannig að við sáum þessa Kickstarter hugmynd og ákveðum í rauninni að taka hana svolítið bara á íslenska grunninn og sjá hvort við getum fengið einhvern pening í krafti fjöldans. Já, það sem ég finnst sérstaklega skemmtilegt við þetta það að nú tala ég mikið af fólki sem langt til að gera eitthvað, það kvartar alltaf yfir að eiga ekki pening fyrir þið og þið í rauninu bara fundu lausn á því að hvernig þetta gera það. Já. Ef við kannski kíkja aðeins á vefsíðuna hérna. Það er líka. Já, þá sjáum við hérna vefsíðuna. Ragnar, þú kannski útskýrir fyrir okkur hvað við erum að horfa á hérna. Já, það sem við ákveðum að gera var að hanna vefsíðu sem yrði í rauninni svona hub fyrir verkefnið, þar sem fólk geti komið aftur og skoða og fengið allar upplýsingar hvernig það ætti að styrkja. Það sem við gerðum var að gera mjög afkáranlegt vídeo til að kynna verkefnið, en ég held einmitt að það skiptir rosalega miklu máli, það er svona svolítið Kickstarter style. Við í Breakbeat.is ætlum að fara að ráðast í verkefni sem okkur hefur lengi dreymt að koma í framkvæmd. Til þess að af því verði þurfum við þó þína aðstoð. Nú í mars ætlum við að gefa út bókina Taktabrót, veggspjöld, flugumiðar og annað kynningarefni og starfi Breakbeat.is 2000-2012. Og svo vorum við með fréttir af verkefninu sem okkur þótti mikilvægt, að þá svona létum við fólk vita hvernig söfnunin gengi og séruðum meðal annars uppskrift af hveitilími og til að hengja upp plakat. Svo vorum við með spurt og svarað ef fólk hafði einhverja spurningar verkefnið, og sem hjálpaði mjög mikið, og einnig höfðum við upplýsingar útgáfupartíð, en við fengum Blavan frá Breitlandi til að spila þar. Svo hægra megin vorum við með í rauninni upplýsingar styrtapakkana, til dæmis ef þú styrtir 1000 krónur þá fékkstu nafnið þitt í bókina, ef þú styrtir 5.000 krónur eða meira fékkstu nafnið þitt í bókina, fékkst bókina sjálfa og svo miða í partíð. Þetta er í rauninni gerðu fólki kleift að styrkja ykkur og fá þá kannski eitthvað í staðinn líka fyrir það að vera að styrkja við þetta. Ég held að það hefur verið alveg nauðsyn í rauninni. Já, þannig að þið í rauninni, mér sýnist að vera mjög persónuleg nálgun hjá okkur, að þið eru með myndband þar sem þið sjálfur eru að tala og kynna þetta og útskýra þetta fyrir fólki, til leyfi fólki að fylgjast með því að vera með fréttir og svona, og svo gefið þið fólki í rauninni tækifæri til að vera partur af bókinni í rauninni með því að fá nafnið sitt í bókina. Já, það er bara heil opnað í bókinni með öllum styrktaraðilum sem sjást einnig hér á síðunni. Glæsilegt. Og svo var þetta að fylgjast með hvernig upphæðin safnaðist bara upp. Já, við vorum með, í þessum dálki, vorum við með bara tengt við Google Docs, bara beint inn í Excel-skjal, og þar gæti fólk fylgst með og séð hvað var mikið eftir á söfnunum og þess aftur. Og svo vorum við bara með upplýsingar hvert ætti að leggja inn og tenglín á alla heimabankana og svona, mjög svona íslenskt og basic. Já, og það er rauninni það sem gerir þetta svo snöðut, hvað þetta er einfalt, og það er bara millifærsla inn á okkur. Já. Og bara þægilegt. Við höfðum alveg áhyggjur af þessu í byrjun af millifærslunni, en svo áttum við okkur í rauninni á að Íslendingar treysta millifærslunni, þannig að þetta var bara ágætis leið að fara þessa leið. Ég sé að það hefði verið með tali klukkustundirnar, voruð þið með fyrirfram ákveðin tíma í þessu? Já, við vorum með mánuð, en svo framlengdu við held ég 2 daga. Já, ok. Og voruð þið þá með eitthvað sérstakt sem ætlaði að gera ef að markmið myndi ekki nást, eða var eitthvað? Já, við vorum með tengil hvað verður peningin ef við náðum ekki settu markmiði.
og það tengist þá inn á spurt og svarað og ef við náðum ekki að dekka kostnaðinn þá ætlum við í rauninni bara millifæra tilbaka en við svona vorum frekar vissir að það myndi ekki gerast og vorum náttúrulega að vonast til að það myndi ekki gerast þar sem að millifæra allt tilbaka hefði verið mjög tímafrekt og leiðilegu prósess. Já, en það náðist safnast peningurinn og fyrir vikið gátuð þið í rauninni fjármagna prentun á bókinu. Já, og bókin er komin út og er bara stórfín. Já, ef við kíkja aðeins á bókina. Já, endilega. Þetta er sem sagt bókin og vegna þess hve mikið safnaðist þá náðum við að kaupa svona fallega upphleypingu á forsíðuna. Og innihald bókarinnar er í rauninni, við erum með smá inngangsorð verkefnið og bara póstera almennt og svo erum við með svona sögu breakbeat.is sem var skráð af Karli Tryggvasyni. Svo bara byrjar þetta á veggspjaldaverkefninu þar sem að ég byrjaði að hanna póster árið 2003 og skoraði á Gunnar Vilhjálmsson hönnuð. Og þar bara, síðan þá hefur þetta bara gengið koll á kolli. Við erum með alveg endalaust mikið af fínum pósterum. Nú svo kemur kafli eftir þó nokkrar síður með mínum pósterum en ég er búinn að vera að hanna fyrir breakbeat.is síðan 2003 og er með eitthvað 35 plakat sjálfur í bókinni. Eftir því kemur síðan kafli þar sem aðrir hönnuðir hafa spreytt sig og hann til dæmis Reynir Pálsson byrjaði að hanna fyrir breakbeat.is á undan mér og það nokkuð póster eftir hann. Svo er Alli Metall og Hörður Lárus og nokkri erlendur hönnuðir og svo endum við mitt á þessari opnu þar sem við sýnum alla styrktaraðila og þá sem tóku þátt sem sagt í hópfjármögnuninni.